Halló krakkar og velkomin í Sunnudagaskólan. Í dag fáum við að heyra ótrúlega spennandi sögu strákinn Davíð sem þurfti að berjast við risa. En við skulum byrja á því að syngja saman og við skulum syngja hátt og snjallt Ég þekki Jesú. Krakkar, rétt upp hönd sem þekkir Jesú. Ég þekki Jesú og tala oft við hann. Við erum ofsa góðir vinir, hvert sem ég fer, þá fylgist hann með mér. Því Jesús hann elskar mig, hann elskar mig, hann elskar mig. Jesús hann elskar mig, hann elskar mig, hann elskar mig. Jesús hann elskar mig. Og tala oft við hann. Við erum ofsa góðir vinir, hvert sem ég fer, þá fylgist hann með mér. Því Jesús hann elskar mig, hann elskar mig, hann elskar mig. Jesús hann elskar mig, hann elskar mig, hann elskar mig. Jesús hann elskar mig. Fyrir löngu síðan, meira að segja áður en Jesús fæddist, var strákur sem hét Davíð. Hann var yngsti sonur pabba síns og mömmu og hann átti marga eldri bræður. Davíð vann við það að passa kindur og hann var alveg rosalega hugrakkur. Hann lenti oft í því að það komu kannski ljón eða birnir og ætlaði að ráðast á kindurnar og þá var Davíð með svona slöngubyssu og hann sneri henni og kastaði steinum og hræddi burt ljónin og birnina. Hann hefur verið alveg ótrúlega hugrakkur. Svo gerðist það að kom óvinna her, sem ætlaði að ráðast á landið sem Davíð og fjölskyldan hans áttu heima í. Og eldri bræður hans, þeir þurftu að fara að berjast við óvinna herinn. Þetta var ekki gott. Davíð fór á stað, hann var of ungur til að fara í herinn, en hann fór á staðið daginn með nesti og vistir og eitthvað sem bræðurnir þurftu á að halda á vígvöllin þar sem menn voru að slást. Þegar hann kemur þangað þá sér hann að allir alveg rosalega hræddir vegna þess að það var komin risi inn á vígvöllin sem ætlaði að fara að meiða fólk. Og risinn sagði, hver þorir að berjast við mig? Og enginn þorði að berjast við hann var risastór. En Davíð, hann var sko hugrakkur og hann fór til konungsins og hann sagði, ég skal berjast við risann. Ég vil reka þennan risa burt svo við getum búið hérna í friði. Þetta gengur ekki. Og fyrst vildi konungurinn ekki leyfa honum að berjast við risann. En svo sá hann að það var enginn annar tilbúinn að gera það. Svo hann leyfði Davíð að fara og berjast við hann. Og Davíð fór og hann náði sér í 5 litla steina til að setja í slöngubyssuna sína. Og svo gekk hann á móti risanum sem hét Golíat. Og þegar Golíat sá þennan litla strák koma á móti sér, ekki einu sinni með sverð eða skjöld eða neitt, þá fór hann bara að hlæja að honum. Og svo var það móðgaður og sagði, hvað á þetta þýða? Eru þið að senda eitthvað smala strák eins og ég sé einhver hundur? Og svo hljóp Golíat af stað og hann ætlaði að ráðast á Davíð. En Davíð setti stein í slöngubyssuna sína, alveg eins og hann gerði þegar ljónin eða birninni komu, og svo sneri hann slöngunni og hann kastaði í ennið á Golíat. Og Golíat lá kylliflatur. Þarna var Davíð með hjálp Guðs búinn að frelsa þjóðina sína undan óvira hernum og herinn bara fór burt og lét þau í friði. Svona var Davíð hugrakkur, en það var líka vegna þess að hann vissi að hann var með Guði í liði. Guð passaði upp á hann og hann bað Guð að hjálpa sér að vera hugrakkur. Það má ekki kasta steinum í fólk, kannski ef það kemur risi og ætlar að ráðast á mann, þá má maður kannski kasta steinum, en stundum getur maður þurft að vera hugrakkur. Það getur verið mjög mikilvægt og þá gott að muna eftir Davíð og muna það að við getum líka að tala við Guð ef við þurfum á hugrekki að halda til að gera eitthvað sem erfitt. Það gott að muna það. Heyrðu, kannt þú lagið hann Davíð sem var í sögunni áðan? Já. Ok, þá skulum við syngja það saman. Byrjum svona með höndina.
Heill og sæll Hans, ertu ekki hress og kátur í dag? Hæ, Rebbi. Ég svaf nú ekki vel í nótt. Það var leitt að heyra kæri vinur, af hverju ekki? Sko, við Greta vorum komin upp í rúm og vorum alveg að sofna þegar við heyrðum alveg hræðilegt hljóð. Hljóð? Var það hræðivel? Eða bannsettir ryksugan, eða kannski vekjaraklukkan. Mér finnst vekjaraklukkur alveg óþolandi. Alltaf mér læti þegar maður er að reyna að sofa. Nei, ekkert svoleiðis. Þetta var allt öðruvísi hljóð. Við höfðum sko aldrei heyrt það áður. Þetta er hið dularfyllsta mál. Og hvað svo, Hans? Já, við gerðum það sem krakkar gera oftast í svona aðstæðum. Við hlupum með svart og við gátum inn til mömmu og pappa. Við vorum nefnilega orðin mjög hrædd. Aha, og þá komust þið að því að þetta voru hrotunar í pabba ykkar. Ég ætti að vera í rannsóknarlögreglunni hans ég er að segja þér það. Nei, Rebbi, við myndum þekkja hroturnar í pabba hvar sem væri. Við náðum ekki einu sinni alla leið inn til þeirra. Áður en hljóðið kom aftur. Og svo bættist við skrítið ljós eins og svona blikkaði á himninum. Hægan. Háaði, hljóð sem þú hafðir ekki heyrt áður og blikkandi ljós. Já. Voru þetta kannski þrumur og eldingar? Hárrétt, Rebbi. En við vissum það ekki þá. Við höfðum aldrei upplifað þrumuveður áður. Og hvað gerir svo? Jú, við komumst inn til mömmu og pappa og þau sáðu okkur hvað þetta væri. Já. Við vorum samt ennþá hrædd, svo pabbi bað aftur með okkur kvöldbænirnar og bað Guð að gefa okkur ró og hugrekki í hjartað. Svo las hann svolítið mjög fallegt úr Biblíunni. Viltu segja mér hvað það var? Já, þegar ég hræðist, set ég traust mitt á þig. Það er sko mjög gott að treysta Guði þegar við erum hrædd. Eins og hann Davíð gerði. Mikið svakalega hlýtur Davíð að hafa verið hræddur þegar hann mætti risanum Gólíat. Risin var líka mjög hættulegur. Hann ætlaði að slást og meiða fólk. Já, og Davíð bað Guð að vera með sér svo hann gæti stoppað risan. Guð gaf Davíð hugrekki og hjálpaði honum að sigra Gólíat. Veistu, Rebbi, ég ætla sko að muna þetta næst þegar ég verð hræddur. Eins og þegar ég þarf að segja frá einhverju fyrir framan alla krakkana í bekknum mínum. Þá hugsa ég bara til Guðs og bið hugrekki og styrk. Það skaltu gera, Hans. Ég hef fulla trú á þér. Takk, Rebbi vinur. Gaman að sjá þig. Já, sömuleiðis. Bless, bless. Bye, bye. Bless, krakkar. Bye, bye, krakkar. Djúp og breið, það er á sem rennur djúp og breið. Djúp og breið, það er á sem rennur djúp og breið. Og hún rennur til þín og hún rennur til mín og hún heitir lífsins lind. Halleluja, hún er djúp og breið, það er á sem rennur djúp og breið. Þetta er alltaf svo rosalega skemmtilegt lag, krakkar. En vitið þið hvað? Það er hægt að gera þetta erfiðara. Heldurðu að getur það? Ég held það. Við getum nefnilega sleppt úr orðum og mér langar til að við gerum þetta strax rosa erfitt og sleppum bæði djúp og breið. En það má sko ekki sleppa og á milli. Það er mjög mikilvægt orð. Viljið þið prófa? Ok. Og það er á sem rennur og það er á sem rennur og hún rennur til þín og hún rennur til mín og hún heitir lífsins lind. Halleluja, hún er og það er á sem rennur og mikið eru þið klár. Mér heyrðist þið ekki ruglast neitt. Glæsilegt. Þið verið alveg tilbúin þegar þið koma aftur í sunnudagaskólann.